Já, góða kvöldi. En keppnisvikan hafin hjá okkur. Hvað segirðu gott að nei? Já, góða kvöldið. Ég segi bara alltaf fína. Spenntur í þessi reis hérna. Þetta já, áhugavert reis hérna hjá okkur í kvöldi í fjórðu umferð. Það sem að opna deildin ætlar að opna þetta fyrir okkur á þessum mánudegi. Já, ný braut og mætti segja að þetta sé ný bíl. Það er nú ekki verið keppt á þessum lengi allavega. Já, ég man nú ekki eftir að hafa verið keppt á þessum í deildinni svona, ég allavega ekki í svona í þessum official keppnum. Það er ekki verið ykkur meika keppnum. Já, þetta betur. Já, við tókum þetta í sumarmótorröðinni núna síðast sumar og var svona skemmtimótorröð. Þá tókum við þetta hérna, en þar voru reynda með slipstreamið í Strong, sko. Já, Vík. Já, minna það verið Strong frekar. Og þá einmitt, ef þú hélst þér í slipinum, þá varstu bara komin fram úr, sko. Já. Þannig að það bjóð svolítið til báttur, sko. Ekki alveg sama alvaran þar eins og hérna hjá okkur núna í þessum deildum, sko. Nei. En þetta náttúrulega það sem ræðir hérna Red Bull Junior 2014. Já. Og það sem sagt tveir tilgerðir Red Bull bílar í þessum leik og það þessi og svo Junior. Nei, hérna Junior og svo þessi og svo hinn sem heitir vist ekki neitt annað en bara Red Bull. Já, competition. Já. Hann ekki senior þó að þessi sé junior. Nei. En það væri nú gaman að sjá fleiri á braut. Þannig að það er eitthvað að horfa, bara skelltur í stólinn og skelltur á braut. Ekki vera feiminn. Það væri gaman að sjá einhverja hérna koma sem hafa verið að keyra með okkur hérna. Þessi sem já, Ingi og Maggi og þeir sem hafa verið með góða keppni hérna. Það væri gaman að sjá það hérna líka. Já. En það er svo sem engin skylda að mæta í opnudeildina. Það er bara að gera að hafa pláss fyrir nýliðana líka. Já. Það er svona með þeir sem er búin að keppa í fyrstu úrvalsdeild. Var það ekki síðastliðin 2 ár, held ég? Já, úrvalsdeild síðastliðin 2 ár og fyrstu deild síðastliðin 1 ár. Já. Það er hérna þeir taka tímatökun á horfumdekkjum og hérna og keppa ekki til stiga. Já, nákvæmlega. Það er svona til þess að gefa nýjum mönnum færa á að vinna deildina og vera að berjast topp sætin. Já, og komast upp í rauninni í aðra deild. Já, akkurat. Já, en hérna byrjar þetta allt saman, opnum deildinni. Já. Og það sem er skemmtilegt að taka fram með þetta reis er aðeins öðruvísi miðað við hvernig þetta hefur verið að núna er ekki skylda að vera á harddekkjum eins og það hefur verið hingað til. Já. Heldur er skylda að vera á soft og medium dekk. Já, það er rétt. Sú ákvörðun var tekin af keppnisstjórn að þessi bílar bara eyða ekki dekkjum, ekki hörðudekkjunum heldur eða bensíni. Þú veist, þeir eyða dekkjum en mjög hægt með okkar dekkjastillingar. Þannig að þeir tóku prófanir og það var tekin ákvörðun að hafa þetta bara svolítið sprint race. Þetta er bara soft medium, bara keyra. Það er ekkert að, ef þeir þurfa að taka bensín, sko, kannski þurfa að taka einhverja nokkra dropa en ég hugsa að þetta verði bara sprint race to the end, sko. Já. En samt með mandatory pitstop. Já, með mandatory pitstop. Þeir þurfa að taka soft deck og þeir þurfa að taka medium deck. Já. Og annað sem er öðruvísi líka hérna er að það er gridstart í þessari braut. Já, auðvitað. Já. Af því að menn eru allir á sama bíl að þá er ekki þessi faktor að einhver er betra á stað en annar sem var megin ástæða fyrir að það var valið að hafa rolling start í öllum keppnum en ekki gridstart. Já, gridstart náttúrulega gefur okkur miklu skemmtilegra sjónvarp. Já, gerir það svona inn í fyrstu beygju allavega. Já. En þetta hefur nú ekki verið í opnudeildinni samt. Þar hefur verið rolling start en það kom að leyfa þessum ungum ökumönnum að spreyta sig samt sem áður á því. Bara gera. Já. Minnir að Gunni hafi tekið einhverja eina surprise
grittstart. Já. Svona alveg óvart, Já, þetta já. var ekki opndeildin held ég. Já, hafa ekki menn líka tekið svona surprise og rolling start þegar það átti að vera grid start og eitthvað Já. Allir góður að því. Það er gaman að renni við spjallið og sjá spárna sem eru komnar. Það er já, það er sem sagt Sindri, Dogstræver með qualifying spá, Thompson í fyrsta sæti, Björgvin í öðru sæti og Sveinn í þriðja sæti. Og svo í race þá er það Thompson, Sveinn og Björgvin. Þannig að hann ætlar að svissa Björgvin og Sveinn í racinu. Já. Og svo er náttúrulega Hilli Billi Mega komið með sína megaspá. Það er tímataka, það verður Andri, Sveinn og Bergur. Og pól verður 1:37.012. Það verður rosalegu tími ef það næst á 10 mínútum. Já. Og það verður 0,321 sekúnda á milli fyrsta og annarsætis í tímatökum. Og í keppninni verður það Andri sem vinnur, Björgvin í öðru, Sveinn í þriðja, fastaslapp verður 1:37.057, Andri á sjötta hring og most position gains verður Björgvin +2. Og Wall of Champions verður Bergur. Hann sem sagt á að vera að kíkja svolítið vel í vegginn hérna. Svo er Oliver líka komið með spá hérna, hann spáir Sveinn, Thompson og Heimir. Já. Þannig að þetta er allir gangur á þessu. En það allavega miðað við æfingar þá lítur allt mjög vel út fyrir Andra. Hann er að standa sig vel í æfingum en það er samt ekkert svo langt á milli hans og Heimis. Nei. Já, jú, 0,4. En Heimir náttúrulega var í fyrstu deild á síðasta tímabili. Þannig að hann er ekki að keppa til stiga. Já. Og bara til að svara Hillabilla, hann spyr hvað er Jökull er. Jökull er bara búinn að vera fárveikur og segist vera hóstandi eða geltandi eins og hundur, sagði hann. Þannig að hann væri ekki efni í útsendingu akkurat núna. Þannig að við óskum honum bara góðs bata og vonandi nær hann að ná sér á strik fyrir úrvalsdeildarkeppnina á miðvikudaginn. Já. Þetta betur. Svo segir Ingi mætti heyrast aðeins meira í bílunum og í mér. Og hækka í öllu saman, nema mér. Já. Svona bara hækka bara í magnum hjá þér. Já, viltu þá að ég segi eitthvað þannig að þú heyrir hvort þú hefur sett að hækka? Þannig er þetta svona. Það var ekki... Já, við skulum bíða eftir svari frá honum Inga. En það er nú komið að tímatöku núna, eða ekki? Jó, það er svona dætt í það. Já, ef Ingi segir að þetta sé betra, þá erum við good to go. Yes. Það er rétt að renna hérna yfir stillingarnar áður en við höndum á svo stað. Það er 18 hringir, það er late morning og það er grid start. Og þegar maður á að stokka þetta upp, sko, það er nú betra að vera öruggur. Já. Það er svona... medium og soft skilda. Það er síðan... dekk leið hins vegar, en mér finnst nú ólíklegt að einhver skellir sér á hörðu dekkin samt. Og verður restart á lobby, eða? Já. Það var ágætt að mynda með það því ég glemdi því síðast. Það hafa ekki glemt því í annar deild síðast. Jú, gott ef ekki. Ég tók allan ekkert eftir því. Það skiptir svona minna máli þegar getur ekki komið rigning. Já. Já, akkurat, það var einmitt. Þetta slapp fyrir horn út af því, sko. Nú fekk ég eitthvað sjokk þegar ég sett ekki í reset lobby. En ég hef nú ekki kannað það, ég hef nú reyndar ekki búinn að vera dullur að æfa, ég er ekki búinn að æfa. Getur ringt hérna, getur ekki ringt hérna það?
Nei, það getur ekki hringt þetta. Nei. En svona restart svona allt í einu getur náttúrulega sett allt á hliðina hjá keppendum þegar vindáttin breytist. Það getur gert það, já. Virkilega. Sjá. Nú vantar bara Heimir á braut. Good luck. Ég var fast í tímatöku og skellum við svo stað. Það eru tíminn það tímataka. Það eru 6 keppendur mættir inn í pit. Það er að taka stað fyrir tímatökur. Sýndist Svenni hafa náð að vera fyrstur hann út á braut. Já, hann og Bergur rétt fyrir aftan. Hann er á svona fallega grænum Aston Martin. Já. Og með felgur á bílnum eins og Thompson. Bara strax komin smá árakstur Palli lendir aftan á Andra þegar Andri er að keyra hægt til þess að hitta dekkjun og búið til pláss. Þetta er fyrsta skipti sem að Gran Turismo samfélagi keppir á þessari braut líka. Þetta er alltaf ný braut sem kom daginn. Já, það er rétt. Það er rétt. Þessi braut og Yas Marina komu á sama tíma. Og Yas Marina er einmitt næsta keppni. Já, það eru 2 nýjar bara í röð, back to back. Það er æðislegt fyrir þá sem að þurfa að æfa sig á 2 nýjar brautir. Það er Sveinn að byrja sinn hraðaring, skellum okkur bara hérna borðið á honum. Alltaf geggjað að vera að keyra þessa bíla í VR, svona one-seater, open face. Já, no útsinni. Já, þetta betur. Pínu djúpt annað í fyrstu. Hæga uppeyðu hérna. Fær hann refsingu hérna. Já. Fyrsta tímatökurhring. Ég veist bara ekki að gæti fengið refsingu þannig að held ég inn á braut, sko. Já. Já, hann skar svolítið pulsuna, sko. Já, ég veit, og eitthvað að prófa þetta, þá gerði ég það líka, sko. Mér tókst ekki að fá refsingu þar, samt. Mér hefur allan í mínum æfingu finnst mjög auðvelt að fá refsingu þarna. Já, ok. Það er kannski bara eftir að finna búndina sem að fara refsingu þarna. Já. Nú geti Bergur verið komin í smá vandræði, hann er komin svolítið á hálfdanum. Hann slipstreamir off, þannig að hann græðir ekkert á þessu allavega. Nei, alls ekki. Og það,
í rauninni, já, það sést alveg á tímunum hérna að hver var með refsinguna. Já. Það heldur nú samt þriðjan Svenni með 3 sekúndu, nei, með hálfa sekúndu refsingu. Það er nú gott. Sem nú samt alveg sekúnda á þessum stað, sko. Æjæjæjæ, lendir Svenni aftur í því að klúðra á sama stað. Tímatökur ekki að fara vel fyrir Svenna núna. Nei. Og meðan Bergur að bæta sig alveg helling sinn hraðast tíma. Held ekki að Svenni sé á stýripinna, sko. Og þessi braut á stýripinna held ég ekki svo skemmtilegasta. Með þessar stefnumbreytingar þarna á Nei, ég get trúið því. Sko. Ég get alveg trúið því, sko. Stýripinnin svo hægur að skipta yfir á, sko, þegar þú ert að beygja til hægri og þú ert að fara fljótt yfir til vinstri, sko. Já, hann bæti sig alveg helling, sko, hálfa sekundu. Andri bæti sig líka, ekki nósamt. Sveinn náttúrulega með þarna mistök á seinasta hring, þannig að þessi hringur var ekki hraður hjá honum. Palli sé ég, hann með skemmd á bílum, þannig að hann hefur nú lent í einhverju sennilega þegar hann var að koma seinustu beygina. Mjög auðvelt að þeir rekast á vegg þar. Já, ég sé að Bjöggi hefur lent í einhverju líka, seinasti hringurinn hans 1.48. Já. Hvað vorum við að sjá hérna í æfingunni? Það var enginn komin undir 37 í æfingunni, held ég. Nei, það var enginn komin undir 37 í æfingunni. Það nú ekki mikið á milli þeirra hérna, jú, ég var að lesa þetta vitlaust hérna. Andri Tómsson 38.3, Bergur 37.2. Sko nú alveg sekúndunni hérna hraðari heldur en Andri Tómsson. Andri á nú inni. Já, Andri á inni, hann að bæta sig eitthvað, sjáum hvað Sveinn gerir núna samt. Hann sýnist þetta að vera fyrsti svona reynir hringurinn hans. Já. Svo náttúrulega Wall of Champions, svo beigja, þar getur grætt svolítið tíma ef maður gráðugur, en ef maður of gráðugur þá endar maður í vegnum. Já, ég veit ekki hvað beigja það Það hann að síðasti leikurinn. Já, ok. Já. Wall of Champions hann á leiðinu út, veggurinn, sko. Það kemur óhratt að fara í vegginn. Ég skil. Já, ég hef oft lent í því. Þýttur því að ég sé champion. Já. Já, hún heitir þetta þegar hún hefur tekið út þó nokkra heimsmeistarana. Já, heyrðu, ég var að pæli því hérna, ég náttúrulega bara var strax búinn að gleyma því að Heimir hafi verið í fyrstu deild og hann náttúrulega að taka tímatökurnar á horfum. Já. Já, þetta alveg svona íveða kannski aðeins okkur oft. En bara skemmtilega að reisa honum í þokkabót. Já, að vinna sér upp listan. Já. Sjá hvað Bergur gerir núna, hann að koma hérna að væntanlega þá Wall of Champions. Já, þarna sjá hann bara Wall of Champions í beinni. Er hann að bæta sig? Nei. Sveinn bæti sig.
Ekki nóg til að fara upp Ekki nóg. samt. Nei, Andri bæti sig ekki. Palli heldur. Já, Björgvin bætti sig en ekki alveg nóg til að komast yfir Palla. Heimir bæti sig hérna. Það var erfitt að ná eitthvað upp listan á þessum hörðudekkjum. Já, með það að hann er að keppa á móti softdekkin, þá er hann nú alls ekki Nei, ekki langt frá því, sko. myndi ég segja, sko. Svenni bæti sig upp fyrir Andra. Já. 37-4-2-2. Bergur er svo eini sem fær final lap. Allir hinnir fóru yfir línuna eftir að tíminn var búinn. Og það getur skipt máli að vera fyrstur út á braut. Já, Bergur er fyrstur í tímadökum hvað sem er, þannig að Þetta hefði þá verið fyrstu tvei sem að hefði náð. Nei, og þarna klúraði því. það er það Bergur sem er að fara að koma hérna í gegnum endalínuna. Jöp. Vantar ekki að bæta sig. Nei. Gefa okkur svona sýnirhring bara. Það var þetta lokar niðurstaðan. Sjá, hendum hérna í Hvað sagði Hilli eftir að tímatakan yrði? Hann sagði að yrði Andri Sveinn Bergur, það er rétt bara í akkurat rangri röð. Hann sagði að Póll verður 1:37.012, það er ekki alveg rétt. Við erum náttúrulega 0,2. Já, svo ekki langt frá því, en jú, kannski í þessu samhengi. Bilið annað 0,321, það er ekki alveg rétt heldur. Það er að rýna aðeins betur í þessa kristalkúlu. Já. Þá er niðurstaðan svona, Bergur í fyrsta seti á pól í 37.251. Svenni tók þetta, var þetta ekki, já, síðasta hring sem hann tók þetta. 37.422. Jú. Hoppaði upp fyrir Andra, 37.756. Palli í fjórða, 38.696. Björgvin Freyr, 5. 38.778. Og Heimir, með mjög flottan tíma samt sem áður. Ég má það til með til að minna þig á það að hann heiti Björgvin Freymósson. Sagði ég Björgvin Freyr, eða? Já. Nei!
Ok, ég ætla að segja þá Björgun Freys. Já. Nei, það er ekki eins og rétt, Já, það er Frey Móðsson. Já, Björgun Frey Móðsson. Já, ég væri mynd að segja við hann þyrfti bara að fara í, sýslumanns og láta bæta við millinafni hjá sér. Hann myndi mig á þetta fyrir keppni, sko. Já. No joke. Þetta er bara svona, kennir ekki gömlum hund að sitja. Nei. Ekki ungum heldur, ég er með hérna hvolp í fanginu sem er hérna gæltandi, það er kannski heyrið í. Og hérna að reyna að naga með puttana á maginn og eitthvað. Herru, 21-19. Herru, ég ætla að losa mig við annan hund hérna og svo ræsum við það. Ok. Jæja, það var norðin og þá var ekki eftir neina að bíða. Það bara hefjuði hermiakstur. Ég gleymdi að segja good luck. Ja. Já, það er grýtt startið, gaman að sjá þetta aftur. Já. Og við þurfum vist að setja hérna replay markir á starti, látt sem við ekki að stað. Í þjóðstart þarna. Þjóðstart. Það var aldrei. Æs. Koma hérna allir, hlið við hlið. Bergur heldur svo út úr fyrstu beygju, Svenni er komin inn á, Andri utan á. Smá snerting hérna. Heimir komin með innri línuna á Andra. Þeir fara að hleyfa hlið þarna. Heimir slæðir af, komin aftastur. Setta annar replay markir. Skoðum þetta betur. Heimir aftur komin aftast. Já. Já, hann sló af hérna eftir kontaktið. Ok. Svenni og Bergur komið með smá bíl niður í Andra, en ég hugsa að Andri verður nú fljótur að vinna það upp. Herru, og dekkin, Bergur og Svenni á soft, Andri á medium, Björgun Freymóðs á medium. Palli á soft og Heimir á soft. Þannig að það eru niðurstrákarnir hérna, 3. og 4. á medium og rest á soft. Já, það er aðteklisvert hvernig þeir eru að taka þetta. Já. Það getur verið gott að vera búin að æfa og sjá hvað medium dekkin fara langt. Nei, soft dekkin ætla ég að segja. Og Svenni kom með penalty. Og Björgvin Freymóðs, hann hendir medium dekkinum á fyrsta hring. Beint í bit. Það reynir þá að klára á soft. Já, það lítur að vera. Hann fyrir alltaf aftur í bit. En þá er Bergur er komið með gott forskot. 0,8 í Svenna. Svenni er með refsingu. Hálfa sekundi refsingu sem þýðir að Andri geti farið að ná honum núna þegar þeir koma á refsingarsvæði og Andri er einmitt að minnka bilið akkurat núna. Já, það geti verið dýrt fyrir Svenna af því að Andri á mediumdekkjunum og þá er hann svolítið fastur fyrir aftan hann. Nau, Svenni! Vá, hann er stíð búinn að snúa bílum hérna. Gott save. Fór aðeins yfir pulsuna og misti bílinn aðeins. Heimir í skottinu á Balla. Rekst aðeins utan í hann. Bíður eftir honum.
Vel spilað. Andri er bara að ná Svenna hérna, já. Það er refsingin. Já, já. En náði ekki fram úr honum samt. Nei, hann var kominn hann upp að hliðina á honum. Og þar var Svenni bara að setja hausinn niður og keyra. Hann ætti að vera hraðari heldur en Andri. Já. Eitthvað gerst hjá Palla hana. Sýstum út í bleiparkinum okkar sem var það. Já, Svenni er búinn að ná upp sekundu, tæpri. Já, það munar að vera með softdækin. Já. Við erum að slíta af honum á þessum kafla brautarinnar en Svenni keyrði það upp á fyrripartinum. Skildum mér í blæðina á Palla. Palli fyrir bara of djúpt, og utan í heimi. Já, þá fer Andri inn í pit. Já, þetta með þetta að gera. Þannig að núna erum við komnir með 2 þyrpingar. Það eru þeir sem ætla að keyra fyrripartin á soft og svo þeir sem ætla að keyra seinnipartin á soft. Já. Þetta gæti verið gott fyrir Andra af því að nú er hann bara með hreint loft og getur bara keyrt sína hringi. En það er eins og getur verið vont líka sko, þegar stundum þá fær maður aðeins að slaka á sko. Ef ég er í baráttu þá keyri ég oft hraðar heldur en ef ég er með hreint loft. Ég til dæmis, ég keyri oftast hraðast bara þegar ég er elda eitthvað sko. Já, akkurat, þegar maður er elda sko. Já, ég myndi það kannski frekar, ekki þegar maður er baráttu að verja en maður er fyrir aftan næsta mann sko. Hvað þá ef hann er hraðar en þú sko? Já, nákvæmlega. Sveinn er búinn að stytta bilið í Berg núna. Það náði rosalega góð exit í hérna. Já. Fer að detta í slipstrum í honum. Spurning hver kemur betur út úr næstu beygju. Síðustu beygju. Já. Djúvill var hann nálægt vegnum þar. Já, og setti líka þvílíka hraðasta hring, 1.36.759. Vá! Svenni er bara on fire eftir þessa refsingu þarna aðan sko. Já, það er sannlega að segja það sko. Þetta er líka það sem hann þarf til þess að verjast Andra. Já. Það er ennþá að bæta sinn eigin hraðasta hring bara, hraðasti sektor ykkur 0.2 sko. Fyrsti sektor í honum. Bergur fer þetta smá skrikandi út í þessari beygju og hann er bara að stytta bilið alveg stöðugt hann Svenni sko. Það er einmitt það sem við viljum sjá. Smá baráttu. Já, ég heyrði það bara að fara að koma framúrakstur hérna á toppnum sko.
Já. Svenni kom Svenni við á- ytri línuna og já, bremsar það svo seint. Áts. Fær hann refsingu fyrir þetta eða sleppur þetta? Það myndir að sleppa fyrst hann fór svona, fyrst hann hæði svona mikið á sér við þetta. Já. Það er kannski kjölsóið verið að trufla hann aðeins en það er aldrei vitað nema Andri hafi grætt svolítið á þessu. Þetta tefur Svenna og náttúrulega þegar þeir eru að fara að slást hérna Bergur og Svenni þá er það líka að tefja þá sem að Andri losnar alveg við sko. Já. Sko Andri er núna 17 sekúndum fyrir aftan Berg og það er bara spurningi, hvað er pitstoppið langt? Það er mjög góð spurning. Palli hérna Úss. komin út af komið skemmt, skrikaði eitthvað, snúið bílum. Kemur bara allt of hratt hana. Já. Er Svenni komið refsingu aftur? Nei. Úss. Hann er búinn að serva þessa refsingu núna. Er bara aftur farin að sækja á Berg. Já, Andri græðir á þessu. Bergur náði lélegu exiti og það er að hrunja niður bilið á milli þeirra núna. Það var 2 sekúndur þegar þeir komu út úr sér beygju og komið niður í næstu í eina núna. Fylgist með beilinu hérna í heimi líka. Það er í 6 sekúndum. Það er svona 6 sekúndum á 7. hring. Kíkjum á það aftur eftir hvernig. Já, og það er einmitt, þú veist, allir sem eru fyrir ofan Andra eiga eftir að fara í pit. Já. Og Palli. Já, Palli líka, já. Björgvin er komin fram Palla hérna, en Palli sækir svolítið á Björgvin. Það er smá slagur þar, akkurat núna, seinasta sætið. En Björgvin búinn að fara í pit, þannig að það er aldrei að vita. Þú veist, hann er 24 sekúndum frá fyrsta sæti núna. Þannig að hann er aldrei að vita nema að hann græði eitthvað sæti þegar þeir fara í pit, sko. Ég veit náttúrulega ekkert hversu langur pitturinn er. Bíli hérna frá Andra upp í Berg er að detta í 16 sekúndum sko. Já. Það lítur rosalega vel út fyrir Andra allavega. Ég held að það sé bara eiginlega ekki séns að pitturinn sé minni en 16 sekúndur. En annað fróðlegt líka, tók Andri bensín sín stað. Já, hann tók smá bensín. Já, ég sá það í pitturinn. En það var ekki mikið sem hann tók. Nei. Og Björgvin tók einmitt líka smá bensín. Hann var með hann kom út með meira en hálfan tank. Sveinn núna sækja rosalega á Berg, hann var að setja fjólubláan sektor, fyrsta sektor. Bíl er komið undir sekundu aftur. Það er alveg rosa peysa á honum, Svenna sko. 2 hringir hjá honum hafa farið undir 37. Já. Svo segja, hann er bara búinn að vera on fire eftir þessa refsingu sem hann fekk á hann. Stefnir allt í það að 3. hringurinn undir 37 sé að fara að lenda hjá honum. Já. Það er nú ekki þegar hann er með kjölsogið á Berg. Spurning hvort hann náði þá að bremsa tímanlega núna. Já. Segðu. Já.
Bergur með betra exit þetta skiptið. Og Svenni önnur refsing. Önnur refsing. Það er dýrt. Þú þarf að vera dýrkepptar hjá honum með þessar refsingar, sko. Já. Björgvin fer hérna svona í Wall of Champions. Champions Wall, já, Palli líka, sýnist mér. Hann bara snerist hérna alveg. Þetta er eins og þetta sé bara eitthvað svona mind games hjá honum Svenna. Hann er bara alltaf komin alveg í stuðarann hjá honum Berg. Og svo bara nædjók. Það slá hans af með refsingu. Vá, hvað var nálægt að keyra aftan á þarna. Hann fór aðeins út á grasið þegar hann var að byrja að bremsa og bara bíllinn bremsaði ekki hjá hann. Hann þurfti að hætta að bremsa til þess að snúi ekki bílum, sko. Það getur verið hættulegt. Rétt slapp við aftan og pislið þarna. Bilið frá Heimi er bara að aukast, sko. Og Svenni... Já, það er rétt. Svo var það 38, 37, 38, 37. Svenni er bara í 36-unum, sko. Já, líka 8. hringur flottur hjá honum. Já, 36, 9, 9, 9. Bilið núna á milli Andra og Bergs er komið undir 16 sekundur. Mér sýnist það að fara að koma út undan, sko. Já, það lítur allt út fyrir það. Og bilið, sko, Björgvin, hann er búinn að minnka bilið í Berg. Hann er komið niður í 24 aftur. Já, Andri á fjólubláum hring núna. Svo hafa menn nú verið að tala um að hraðastir hringur náttúrulega hraðastir hringur telur þó þú fáið refsingu. Menn hafa verið að ná í hraðastar hringvíst á æfingum með því að kötta yfir hérna síðustu beygurnar. En það náttúrulega segir sér sjálft ef þú nærði í hraðastar hring. Já, þá ertu bara nokkru sekundur hraðar yfir línuna, sko, á síðasta hring. En skilaboð hérna í spjallinu frá Hilla, hann segir að bilið í pit er cirka 14 sekundur. Er þetta svona rosalega stuttur pitur þetta? Kannski án bensíns. Já, það þarf ekki að taka mikið bensín hérna. Nei, en það telur nú samt einhverja sekundur. En já, með hraðasta hring, það náttúrulega segir sér sjálft að ef menn ætla að kötta yfir síðasta sikeinið og fullta sekundum í refsingu en á hraðasta hring, þá er sá hringur náttúrulega bara ógildur. Já. Það er ekki náður í 1 stig með því að svindla. Það er... Já, það segir þið bara sjálf, sko. Já. Ég held að það sé líka enginn sem myndi gera það svona í keppni. Þó menn séu kannski leika sig með þetta á æfingum. Já, akkurat. Það er ágætt að það komið fram samt. En maður á, eins og þú segir, maður á ekki þurfa að segja. Nei. Segir sér svolítið sjálft. Andri hefur lent í ykkur, hann var með skemmta framan, hún er dottinn út núna. Já, náði hraðasta hringnum, 36.753. Já. Og ekki mikið sem hann bætti hann, 759. Hann bætti hann nokkra þúsund hluta, sko. Já. 6.000 sem hann bætti að Það er magnað. Og svo er bilið alltaf að minnka frá honum og í Berg. Það er
komin í 15,5, þannig að ef hann nær að halda þessu peysi og minnka bilið niður í 14 sekúndurnar, þá er aldrei að vita við fáum einhvern svakalegan kappastur seinustu hringina. Já. Já, ef að pitturinn ekki nema einhverja 14 sekúndur, þá getur það vel verið. Andri bilið er komið núna niður í 14,5 sko. Þannig að þetta lítur rosalega vel út fyrir Andra sko. Já. Og Andri náttúrulega í lokin verður þá náttúrulega á softdekkjum á móti svo sem ferskum mediumdekkjum, en spurning hversu fersk softdekkin verða ennþá í tímum á móti medium. Já. Bara eins og ég sagði hann hafi bara ekkert æft, hann er ekki með neina tilfinningu fyrir þessu. Ég held að dekkin verða bara í fínu lagi á honum Andra. Já. Andri er núna farin að sjá Heimir svolítið vel sko. Já. 4 sekúndur á milli þeirra. Það var nú 6 sekúndur held ég bara þegar ég var að skoða þetta rétt á hann. Já, Andri bætir enn í hraðasta hringinn, 36.665. Það er pace á Andra núna sko. Já, hann er kominn í bara grúið. Hann er bara locked in eins og við segja. Já. Já, bilið komið undir 4 sekúndar, þannig að við förum að fá slag þar. Já, og bilið er líka komið undir 14 sekúndar. Já, ok, það komið yfir aftur. Bilið í berg þar segja. Já, komið undir 14 sekúndar núna sko. Þannig að ef pitturinn er 14 sekúndur, þá er hann í rauninni kominn í fyrsta sætið hann Andri núna sko. Já. Já, enn er hann á fjólblað. Það er náttúrulega léttast bíllinn með hverju hring sko. Og á þessum bíl þá skiptir það alveg rosalega miklu máli sko. Það gerir það. Sko, ef við sjáum síðan eins og bara dekkja munin, hvenær fór Andri inn á 3. hring? Já, það ekki, eftir 3 hringi. Svolítið skrikandi hana. Palli kom með refsingu hérna, ætlum við náðum því. Refsingu? Verður það skemmt? Já, skemmt með það. Já, það snerist á hann, ég sá það. Bilið í toppi núna komið undir sekúndu. Já. Þá fer Palli inn í pit. Og skrikaði svolítið en Bergur þarna. Spurt hérna er Gunni Akka að keppa. Hann er að keppa á miðvikudaginn. Já, hann er í úrvalsett á miðvikudaginn. Já, miðvikudaginn á 21:30. Þá fer Bergur inn í pit. Þá fáum við að sjá hérna núna hvar Andri kemur, eða hvar Andri verður þegar Bergur kemur út. Já.
hvort hann sé búinn að ná þessu fyrsta sæti. Hann er að koma í síðustu beyguna. Bergur byrjar að keyra af stað út. Já, Bergur kemur út á undan. Það er þessi beygja eftir, sko. Það er þessi beygja eftir, sko. Já. Já, nei, hann er vel á undan. Já. Þannig að pitturinn er styttri en 14 sekundur. Já, hvað, Svenni var innan við sekunduna á Berg. Bergi hérna, þegar Bergur fór inn, það ekki? Já, það var eitthvað svoleiðis, já. Þannig að ef að Svenni fyrir pitt núna, þá koma þær út hlið við hlið. Pitturinn er ekki nema einhverjar 11-12 sekundur. Já, þetta var Þetta er flottur rosalega stuttur pittur, maður. Og svo er spurning hvernig menn eru búin að keyra. Já, algjörlega. Hversu mikið bensín þið þurfa að taka. En er Topson á fjólubláum. Núna lítur Heimir að fara inn í pitt. Hann er kominn á ljósið og hann á eftir að pitta. En hérna, ég sé í spjallinu að Ingi, hann... Vá, ok, ég var að misti aðeins aðteklega, hann var næstum því kominn aftan á Andri. En já, sem sagt, Ingi Heimir minnist á það í pitt, spjallinu. Svenni heldur áfram. Já, hann ætla greinilega að taka bara einn hring á medium. Já. Já, eins og ég var að segja, hann Ingi minnist á það í spjallinu hvað það er, eins og norðað það, weird að sjá þessu bíla með teiknu dekk. Þetta er sama og ég var að minnast á það fyrir útsendingu. Þetta er rosalega skrítið að sjá þetta, það er eins og bílarnir séu fljótandi þetta, sko. Já, fólk veitir nú hvað við erum að tala um að ég hef bara sýnt ykkur að þetta. Það eru þessar hérna sem teiknuðu dekk hérna á. Það er best að fara að fylgjast núna með Andra og Berg, sko. Já, við erum búin að vera hérna að fylgjast með þeim. Sko, það sem ég er að taka eftir er að Bergur er kominn á ljósið, sko. Það eru 2,5 hringar eftir. Misreiknaði Bergur kannski að spittin. Geti verið að hann hafi ekki tekið nægt bensín. Hann kannski verið að sé þessna sem hann var svona stutt í pittinu. Já. En þá ef hann þarf að fara að spara bensíni, þá er hann pottið búinn að missa Andra fram úr sig, sko. Já. Sjá að hérna, hann er að skipta svolítið fljótt, sko. Sveinn heldur áfram. Og hún sér það að bilið er bara nei og Bergur í vegginn. Og Bergur í vegginn. Uss. Æ. Þetta eru fréttirnar sem að Svenni vildi heyra. Já. Það er... Þá erum við með hérna eins og aftarlega í 4. og 5. sæti. Heimir kom út á mediumdekkinu rétt fyrir aftan Björgvin Freymóðs sem að er á softdekkjum, búinn að vera á softdekkjum síðan á öðrum hring. Svenni, hann á bara gufur eftir að tákna. En hann á eftir að taka pitstop, hann þarf að fara núna inn í pitt og taka mediumdekkin sín. Þá fer Sveinn inn í pitt með prósent eftir á tangnum. Svo er spurningin, hvað náði langt á ljósinu? Já,
Mér sýnist nú að Bergur sé alveg að fara að ná að taka einn ringi viðbót léttilega, sko, með hvernig bensinstaðan hjá hann Svenna var, sko. En Bergur komið fram úr? Já, mér sýnist að vera komið fram úr Svenna. Eða hvað? Nei. Hvar Jú, Bergur... Nei, veitu, hvað? Já, þeir koma bara út, bara hlið við hlið hérna, sko. Já. Andri nokkurn veginn með þetta. Hann 4 sekúndum á undan Svenna. Munar hálfri sekúndu á Svenna og Berg. Og það slagurinn annað sæti. Og vá, Bergur náði rosalega exiti en þetta skrika aðeins. Hann gat ekki tekið beyginu eins og hann vildi út því að Svenni var fyrir. En hann með kjölsogið og getur sett upp í rönn fyrir beinakaflan. Nær rosalega góð exiti hérna með við Svenna. Þetta að fara að detta í bara dragreis á beinakaflanum. Svenni inn í línuna. Svenni svolítið víður en nær þá góð exiti. Víður, djúpur ætla ég að segja. Og hann með kjölsogið í þetta? Nei, mér sýnist ekki. Það var svo gott exit hjá hann Svenna. Ég held að hann hafi ekki kjölsogið til að taka á mig. Þetta of langt í burtu. Já, hann of langt í burtu. Það leit vel út fyrir hann. Andri. Allinni. Svenni. Svenni og Bergur skríkuðu báðir annars. Andri fyrstu, Svenni annar, Bergur þriði. Það koma síðan Heimir í 4. Björgvin Freymósson í 5. Vel gert. Hjá mér eða hjá Björgvin? Hjá þér. Báðu bara. Og Palli þá. Það gekk ekki alveg nógu vel hjá honum í kvöld. Nei. Það voru held ég hann 2 spinn allavega hana. Sem við tókum eftir. Svo má ekki glemma styrktaraðilum. Já, hann ætlar að reyna að ná sér í hraðasta hringinn eins og... Það hógilda... Já. En þetta Já. Þetta það sem við vorum að tala um. Við byggumst ekki við að sjá menn gera í reysi. Akkurat. Jæja. En þá það Andri Topsson sem hraðasta hring 36.665. Og Palli sé nú með það á töflunni hérna en þá hann með hann gerði það óheiðarlega. Já. Þannig að hann gildir ekki. En Andri fyrstur, Svenni annar og Bergur þriði. Heimir 4, Björgvin Freyr. Þar fór það Björgvin Freymósson 5. Palli 7. Það voru nú ekki fleiri með okkur í kvöld. Þetta var svona merkilega skemmtilegt svona með að fá keppendur samt. Já, það voru skemmtilega baráttur og þó þetta hafi verið rólegt reis með, já eins og segi, fá keppendur en það bara, þetta opnadeildin þannig að það svo sem til þessi hún, þannig að menn sem komast ekki í lokaðar deildir geta tekið þátt. Og það nú oftast þannig að þegar líður á tímabilið þá fleiri sem búin að koma sér fyrir í lokuðum deildum heldur en í þessari opnu. Já, akkurat. Það var náttúrulega einhver sem voru upp í aðra og einhver sem voru upp úr annar upp í fyrstu og svona eitthvað. Já, og eitt sem voru meira upp í úrvals. Nákvæmlega. Þannig að það alltaf svo smá hrókeringar. Já. Menn orðnir sifjaðir, heyri ég. Já. Það eitt reis eftir fyrir þig. En svona lokum þá skulum við minna á styrktaraðila samfélagsins. Þeir svo gott sem og það náttúrulega nokkrir sem að styrkja sigur á opnudeildarinnar og annað og 3. sæti.
Styrktararnir eru Autocenter, Kraftey, Arctic Iceland, Kraftvélar, GT Akademían, Kaldi, Lafasjó og Gullfiskur. Svo auðvitað Gran Turismo samfélagi, Facebook. Ef þú ert ekki í hópnum okkar, endilega skelltu þér í hópinn. Nákvæmlega. Yes. Eins og þið sjáu, það er alltaf pláss fyrir fleiri keppendur hérna í opnundeildinni. Já, það voru nú töluvert fleiri hérna fyrir áramót og svo svona þetta aðeins út svona sumir og þetta er alltaf upp og niður. Já, Yes. Þú varst að fara að gera ready í race, þú varst að fara að skella þér á braut. Það er nákvæmlega svo leiðis. Yes, þannig ef það ekki bara segja þetta gott og opna annar deild á lobbyið, annar deild fer á stað 22:15, byrja tímdaka og svo er náttúrulega fyrsta deildin á morgun og opnadeildin úrvalsdeildin á miðvikudaginn. Og svo er bara takk í bíli og sjá þetta smá stund. Takk fyrir mig.